Halldór, sem þjálfari Fjölnis, þetta endaði nú svona tiltölulega öruggt, var þetta eins og áttir von á fyrirfram? Áttum alveg von á að fá bara leik frá Grindavík í dag. Það er búin að vera miklu uppsveiflu síðan átti hörkuleik á móti Tindastóli innan seinustu helgi, eða þar semst, ég man ekki alveg. En ég verður að reynskilja var að vonast eftir betri frammistöðu frá mínu stelpu. Þótt við höfum tekið hennar leik, þá fannst mér við ekki vera á okkar tempó í dag. Veit þú, núna spyr ég svo sem eins og Kálfur, er þetta svipa lið og þú varst með í fyrra? Nei, mikið breytt. Mikið breytt? Við mistum alveg út einhverjar 7-8 stelpur síðan í fyrra. Þannig að við þurftum eða fengum nýjar stelpur inn og tókum ungar upp úr unglingastarfi og þannig að við erum ekki með alveg sama hóp en við erum samt með, örugglega myndi ég segja, jafn sterkan hóp. Og er þetta stelpur sem eru aldnar upp hjá Fjölni? Er þetta heimaræktað? Já, þetta er svona bland. Við erum með heimastelpur og við erum líka að sækja stelpur annars staðar. Þannig að við reynum að nota stelpur sem eru að koma upp úr unglingastarfi hjá okkur og svo styrkjum við okkur bara með þeim stelpur sem við getum fengið. Já. Ykkar markmið fyrir tímabilið, hvað var það? Að fara upp eða? Það er bara klárlega að fara upp og gera betur leik eftir leik. Þannig að það markmið náðist kannski ekki alveg í dag að vera að gera betur eftir við tókum móti KR, úrvalsdeildarliði KR í bikarnum og gerðum bara frekar vel með að við erum með engan erlendan leikmann. Svo komum við hérna og höldum við getum allavega ekki með sama attitúd og við gerðum, en ég er ánægður með sigurinn og verð ánægður þegar ég kem heim svona seint í kvöld þegar leiktíminn er ekki fyrir mig. Þannig að ykkar markmið er áfram svo sem bara gera sem best og reyna bara að fara með þetta liðu, það? Já, það á það ekki að vera markmið hjá öllum, bara sem er í þessu, við reyna að vera með þeim bestu og það held ég að það er alltaf klárlega okkar markmið, að reyna að koma Fjölni með þeirra bestu. Flottir, takk.